Góðan daginn og hjartanlega velkomin á samkomu hérna í Fíladelfíu í dag. Við ætlum að eiga góða stund saman í nærveru Guðs, við ætlum að lofa Guð og byrjum nýja kennsluröð í dag, græðarinn, hvernig Guð græðir og mætir og byggir okkur upp. Og hvetjum þig endilega til þess bara að finna þig heima, ef þú ert inn í fyrsta skipti, hjartanlega velkomin, þið sem eru að hlusta, hjartanlega velkomin og þið sem eru að horfa og endilega við erum frjáls bara í að lofa Guð þar sem við erum. Og við erum með frábæran lofgjörleita hérna í dag, þannig að Þóru Gísladóttur, hún er að leiða okkur í lofgjörð og bara við erum óhrædd við að opna okkur fyrir Guði, lofa Guð og hleypa honum að. Bjóðum heilan anda velkomin. Amen. Amen. Eigum ekki að standa á fætur. Aðeins að teygja okkur. Gott að byrja aðeins að teygja sig og með að losa okkur saman. Ástin hún mig lyfti vefur og hjálpa þegar ég nauðum á kalla fyrir
traust og eilíf. Ástin hún klettur sem að ég stend á. Ástin hún mér lyftur vefur og hjálpar þegar ég neyðum á galla finna. Syngjum halleluja, 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 halleluja. Fylltu hjarta mig, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mig. Ástin til mín kallar, dregur mig í famn. Ég finn hana vaksa djúpt í hjarta mér. Að ég til þín leita, dansa með þér faðir. Og nú vil ég lofa þig með þessum söng. Syngjum halleluja, 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 halleluja. Fylltu hjarta mig, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mig, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mig, halleluja, halleluja, oh halleluja. Fylltu hjarta mitt, oh halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt. Amen. Góðan daginn. Og takk fyrir síðast. Hversu margir hérna voru á kvotmóti síðustu helgi? Já, með svona allavega helmingurinn. Ég hef ekki það. Var þetta ekki gott mót? Frábært mót. Og ég hvet ykkur sem að komuð ekki núna, ekki gera þau mistök aftur á næsta ári. Það kom ekki á kvotmót. Komið og verið með á þessari stórkostlegu einu helgi ári sem við eigum öll saman upp í kirkjuleikjakvoti og upplifið það sem Guð vill gera með okkur þar. Sammála því? Við erum öll saman í kvotinu næst. Við fengum hvatningu til bæna á mótinu og Guð hefur fyrir mótið, þá hefur Guð verið að leggja okkur í forystu kirkjuna og við þurfum að biðja meira. Og þannig að okkur langar virkilega að stefna svolítið þangað í vetur að við finnum allar leiðir til þess að biðja meira. Knýja á drottinum að gera sinn vilja á meðal okkar. Hvernig líst ykkur á það? Líst ykkur ekki vel á það? Erum við tilbúin að biðja eins meira? Það þýðir að við þurfum að mæta og biðja. Það ekki segja bara já. Heyri aftur, líst ykkur vel á það? Já, ok, frábært. Við ætlum að biðja meira saman. Við þráum að sjá Guð starfa á meðal okkar. Við þráum að miklu fleiri fá að kynnast honum og miklu hraðar. Og það er bara hann sem getur gert það. Það er svona þurfa að knýja á við hann. Og við ætlum að gera það í vetur og við munum kynna það betur svona þegar fyrir að líða mánuðin, hvernig við útverðum það. En að því sögðu þá skulum við biðja saman. Skulum fela þessa stund og það sem við framandinn drottin sendur biðum fyrir kórnum okkar, eins og við sjáum þá er ekki margir á sviðinu. En Þóra er á við marga. Takk fyrir að koma, Þóra. Og við skulum biðja fyrir þau. Þau eru út í Bandaríkjunum í ferð, fá að þjóna heilmikið og bara biðja drottinum að blessa þig í því sem þau eru að gera. Faðir, við lofum fyrir hver þú ert drottin minn. Ég þakka þér fyrir að við fáum að vera þín. Við fáum að eiga samfélag við þig, drottin, fáum að þekkja þig og fáum að lifa í nærveru þinni, drottin. Og ég biðja svo mættum öll velja það á hverjum degi. Velja að ganga með þér. Velja að fá að upplifa kraftinn í öllu sem við gerum, Jesús minn. Og Faðir, við þráum bara meira af krafti þínum í lífum okkar og í lífi þessara kirkju, Jesús minn. Og við viljum knýja á þig. Við viljum biðja meira á drottun. Ég bið svo reisir upp á meðal okkar löngun og þrá til þess að biðja, til þess að eiga samfélag við þig, drottun. Og hjálpa okkur núna þegar við skipuleggjum veturinn okkar svona hvert og eitt persónulega að fylla ekki tíma okkar allan, drottun minn. Að skilja eftir rými til þess að eiga samfélag við þig, drottin, og þjóna í kirkjunu okkar og vera hluti af því sem að þú ert að gera, Faðir minn, í Jesú nafni. Faðir, við viljum bara vera fólk sem að gerir þinn vilja, drottin, og sér kirkjunu þína byggjast upp, og við felum okkur öll
í þínar hendur, Jesús minn. Við felum veturinn í þínar hendur, við felum þessa samkomu og þessa kennsluseríu sem við erum að fara af stað með í þínar hendur. Og ég bið þess að þú gefur lækningu þína inn í líf margra í gegnum það sem verður fjallað núna, Drottinn minn. Gefðu bara að við mættum fá að upplifa meira af þér í Jesú nafni. Við biðum fyrir kórnum okkar og tónlistafólkinu sem úti í Bandaríkjunum. Faðir, viltu vera með þeim? Viltu blessa þau þegar þau upplifa það sem þau upplifa þar? Viltu blessa þá sem að þau þjónusta til, Drottinn minn? Ég bið þess að fólk mætti upplifa nærveru þína í gegnum þeirra þjónustu, Drottinn. Í Jesú nafni. Og við bara bjóðum anda þinn velkomin á meðal okkar. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Mér langar að biðja Böðvar bróður minn. Hann byggingarstjóri í Örkinni og hann ætlar að segja okkur frá okkur þjónustutækifæri. Takk fyrir það. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni og tek undir orð Arons og segi takk fyrir síðast. Góð helgi að baki, alltaf gaman að fara á kvótmót og ég hveti ykkur hinn sem ekki hafa komið á kvótmót að missi ekki að því tækifæri. En ég ætla svona aðeins bara undirbúa okkur fyrir veturinn og það sem framundan. Við sem erum í skálastjórninni, við sem höldum utan þetta allt þarna fyrir austan, við erum að vinna í mjög sérstökum sérhæfðum verkefnum akkurat núna í ágúst og síðan núna í haust. Það að segja á haustmánuðum þá ætlum við að halda áfram með þá uppbyggingu sem á sér stað upp í Kirkjulækjarkoti. Þið sem til þekki þá tókum við mikið skref núna í vetur, við vorum að taka skálan allan í gegn og höfum verið að endurnýja innviðina þar og í haust þá ætlum við að fara að halda áfram í Örkinni, halda áfram í Reiglúunum, betrumbæta útisvæði, tjaldstæði og fleira. Og við ætlum að byrja upp úr miðjum september. Núna eru allir að klára sitt sumarfrí og lífið að fara aftur í þessar föstu skorður, skólarnir að byrja, fólk að klára sumarfríið sitt. Þannig að upp úr miðjum september þá ætti þetta jafnvægi vera komið á aftur og þá ætlum við að byrja á fullu upp í Kirkjulækjarkoti. Við munum auglýsa nánar síðar en það sem ég er að gera núna. Ég er kast út þessu sæði til ykkar, þannig að þið getið meldt þetta með ykkur og hugsa, já, ég ætla að koma núna í haust og hjálpa til fyrir austan. Og við munum auglýsa það nánar, við náttúrulega þurfum alla það hjálp sem þið getið veitt. Það náttúrulega bæði handlanga einstaklinga, bæði kalla og konur og smiði og rafvirkja og líka einhver sem getur elda fyrir okkur og þess að og samfélagið náttúrulega frábært. Við biðjum þarna og lesum úr orðinu og allt líka með. En þannig að hafið þetta hjá okkur. Í haust þá ætlum við að halda bara áfram að byggja upp staðinn okkur fyrir austan. Og við munum byrja upp úr miðjum september og svo náttúrulega hættum við bara þegar vetur konungur kemur upp í kot, segir bara stopp, nú fáðu ekki meira að vera upp á þakki og Örkinu og þess þar. En þið hafið þetta hjá okkur og ég hveti ykkur til að koma. Amen. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Þetta alltaf verða glæsilegar og glæsilegar þarna upp frá. Núna í vikunni á þriðjudaginn klukkan 1 þá fer fram útför hérna í kirkjunni. Það útför Gunnhildar Höskuldsdóttur, systur okkar. Þannig að þið vitið af því, þá kveðjum við þessa systur. 4. september þá hefst formlega úlingafræðslan. Það fyrir 13 ára aldurinn. Það sem verður fræðsla núna næstkomandi ár allt það sem tengist trúnni og þetta fyrir fermingaraldurinn og við bjóðum upp á slíka kennslu hér og það verður fundur með foreldrum 4. september og auglýsum það líka nánar síðar. En framundan eigum við, trúi ég, spennandi vetur og ég hveti ykkur til þess að vera þáttakundur og vera með, leita köllunar Guðs fyrir líf okkar. Þannig við fáum saman að sjá þessa kirkju byggjast upp fyrir allt það sem Guð ætlar að vinna. Amen. Við ætlum að taka fórn núna, við ætlum að bjóða upp á tækifæri til þess að fjárfesta í starfi kirkjunar hér í vetur og baukarnir verða látnir ganga og það posi aftast og hveti ykkur bara til þess að vera með. Við erum með, gerum þetta saman, byggjum þetta upp saman og Þór ætlar síðan leið okkur inn í lóðgjörð. Gjörðu svo vel, Þórarinn.
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory, Jesus. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Syngjum við þessu, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Yes, you are holy, holy, holy. Jesus, holy, holy, holy. I want to see you. Innocent, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, Jesus, hallelujah, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Amen. Nú langum við að bjóða börnunum að fara niður í barnasalinn, í barnastarfið. Ef að foreldrar þurfa að fylgja þá er það sjálfsagt mál. Það gjörðu svo vel. Amen. Og við höldum bara áfram í lofgjörðinni. Drottinn Guð, komum fram fyrir því í dag. Ég bið þig að draga okkur nær þér, Drottinn. Vertu okkur nálægur í dag. Fylltu þennan stað bara nálægð þinni, nærveru þinni. Drag mig nær þér, Guð. Ætíð geymdu ég gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndið mitt þú ert drottinn minn. Þú eignast Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þín veg, draga mig nær þér, Guð. Þú ert mér allt. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert
nær þig, Guð. Drag mig nær þig, Guð, ætíð geymdu mig, ætíð geymdu mig, og ég gef þér allt, Jesus, ég gef þér allt sem gert mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert drottinn minn, og þú einn, Jesus, þú einn ert Jesus upprisinn, og dýrð þína og ástu þig, ó Jesus, vísa mér þinn veg, draga mig nær þér, Guð. Þú ert mér allt, þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt, og vertu nærri mér. Já, þú ert mér allt, þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt, og vertu nærri mér. Já, drottinn Guð, við bjóðum þig velkomin. Ég bið að koma hér inn, drottinn. Vertu velkomin, heilagur andi. Vertu velkomin, Jesús. Við opnum hjarta okkar fyrir þér. Ég þakka þér fyrir, drottinn, hana yndislega söfnu sem syngur svo óbúslega fallega. Faðir, ég lofa þig fyrir það, drottinn, að hér er fólk sem elskar þig. Ég bið þig, drottinn, að blessa einn og hvern hér inni. Ég bið að auka, drottinn, þrá og hungur eftir þér í hjörtum okkar. Því, drottinn, við lifum til þess að lofa þig. Við lifum til þess að lyfta þér upp, til þess að segja öðrum frá þér, drottinn. Ég þakka þig, drottinn, að þú ert trúr og þú ert sannur og þú skilur okkur aldrei eftir munaðarlaus. Þú elskar. Amen. Syngjum með þessu. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt, og vertu nærri mér. Syngjum þetta djúpt frá hjartarót og meinum þetta af öllu hjarta. Þú ert mér allt. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt, og vertu nærri mér. Jesus, þú ert mér allt sem
vertu nær mér, ó Guð. Helgur andi kom, helgur andi kom, helgur andi kom. Halleluja, Jesús, við bjóðum þig velkomin. Fylltu þennan stað með meira nærveru þinni, Drottinn. Meira nærveru þinni, heilagi Faðir. Því hjarta okkar hrópar eftir þér, hinum lifandi Guði. Sál mín að þyrstir eftir þér, eins og hundið þrái vatnslindir þrái sál mín þig, ó Guð. Við þráum þig, Jesús. Tökum bara smá stund, bara hugleiðum Drottinn Guð. Sjáum hann bara fyrir okkur þar sem að hann, halleluja, situr við hægri hönd Föðurins. Hann hefur sigrað dauðann, hann hefur sigrað alla sjúkdóma, hann hefur sigrað allt óvinarins veldi, og við erum í teyminu hans. Ég lofa þig, Drottinn, fyrir það að þú átt sigurinn. Ég lofa þig fyrir það vald sem þú hefur gefið okkur í nafni þínu. Takk, Jesús. Velkomin á þennan stað, velkomin inn í mitt opna hjarta, því ég veit að þú dvelur í lofgjörð þinna barna, og við lofum þig og við og við syngjum þennan ástarsöng til þín. Velkomin á þennan stað, velkomin inn í mitt opna hjarta, því ég veit að þú dvelur í lofgjörð þinna barna, og við lofum þig, já við heiðrum þig, og við syngjum þennan ástarsöng til þín. Velkomin á þennan stað, og velkomin inn í mitt opna hjarta, því ég veit að þú dvelur í lofgjörð þinna barna, og við lofum þig, já við heiðrum þig, og við syngjum þennan ástarsöng til þín. Syngjum einu sinni enn, velkomin á þennan stað, og velkomin á þennan stað, og velkomin, Jesús, velkomin inn í mitt opna hjarta, því ég veit að þú dvelur í lofgjörð þinna barna, og við lofum þig, já við heiðrum þig, og við syngjum þennan ástarsöng til þín. Já við lofum þig, og við heiðrum þig, og við syngjum þennan ástarsöng til þín.
Takk fyrir nærveru þín. Hve við elskum þig, Drottinn. Hve við elskum þig, endalaus Drottinn. Jesús, þú ert þunga miðjan, Drottinn. Þú ert sá sem við syngjum um. Þú ert sá sem við elskum. Við lyftum þér upp, Drottinn. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Oh, nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else, 'cause nothing else matters. Oh Lord, nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the only one. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about
er svo dásamlegt. Stundum þegar maður veit ekki hvers maður á að biðja, þá er nóg að segja bara Jesús. Og nærvera Guðs kemur oft bara inn í herbergið. Við langar við prófum bara núna að segja bara Jesús, bara frá hjartanu. Við erum ekki að hrópa, bara hvísla, segja bara einlægni Jesús, ég bið þig að koma. Vertu með mér í dag. Fylltu hjarta mitt, Jesús, komdu hér, drottinn. Jesús, syngjum þetta einu stund. Jesús, 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 Jesús. Segjum þetta bara einlægni Jesús, 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 ég hvílum í þér, Jesús. Drottin við þökkum fyrir yndislega nærveruðina hér í dag. Þakka fyrir hinn yndislega heilaga anda sem hér. Þakka þér, Jesús, að þú ert komin innan heim, ekki til að dæma heiminn, heldur til að frelsa. Og þakka þér nærveruðinni hér í dag til að leysa, til að græða, til að byggja upp og til að gefa okkur frið við þig, Drottin minn. Og Drottin minn, við bara opnum hjört okkar í dag. Og við segjum, Faðir, verði þinn góði vilji í okkar lífum. Drottin minn, viltu koma og viltu leysa sérkvæmt fjötur í líf okkar, Drottin. Viltu koma, Drottin minn, þar sem ekki von og viltu gefa von. Viltu koma og fylla með gleði þinni og friði þínum, Drottin minn, þar sem ekki gleði og þar sem ekki von, Drottin minn. Og heilagi Faðir, ef við á einhvern hátt höfum blindast gagnvart þér eða gagnvart orði þínu eða okkur sjálfum, Drottin, viltu þá koma og gefa okkur augu til að sjá. Þú láta ljós þitt skína, Drottin minn, og afhjúpa það sem við þurfum að sjá, Drottin. Og við byggjum bara himneski Faðir, verði þinn yndislegi vilji með okkur í dag. Við þörfnumst þín svo mikið, Jesús. Heilagur Andi, viltu koma og viltu endur nær okkur. Viltu koma og viltu lífga upp okkur, Drottin minn. Og Drottin minn, ég þrái það bara meira af þér í mitt líf, meira af þér í kirkjun okkar, meira af anda þínum, meira af krafti þínum, meira af lífi þínu, meira af smurningu þinnu og nærveru, Drottin, í lífum okkar og í kirkjun okkar og á landin okkar. Þess biðjum við himneski Faðir í Jesú blessaða nafni. Amen og amen. Halleluja. Halleluja. Það er yndislegt að dvelja í nærveru Guðs. Og það er á svona stundu sem maður skilur það pínu þegar Pétur var á fjallinu og sér Jesú í dýr sinni og hann langar bara að tjalda og vera þar. Kotmót, nei, tjöldum bara. Yndislegt. Takk fyrir þjónustíðina, Þóra, það er dásamlegt. Er ekki yndislegt að vera nærveru Guðs? Og ef þú ert að hlusta heima og hefðir geta verið hérna, þá vona ég að þú hafði fengið 1/10 af nærverunni við fengum við upplifa hér. Og gera þetta aldrei aftur, nei. Ekki missa af, það er yndislegt. Gaman að vera með ykkur í dag og ég segi eins og Aron, takk fyrir síðast. Nú er svona, það er ekki komið haust, en við vitum að það er þarna einhvers staðar, handa við hæðina og það er allt svona að fara í gang. Og kannski svona fyrsta merkið þess að við erum að byrja á nýrri seríu, nýju þema í dag og það er græðarinn. Og það er ekki peninga, græðarinn, nei. Það er hvernig Guð græðir okkur. Guð er sá sem hann læknar,
Guð er sá sem endurreisir, Guð er sá sem byggir okkur upp og við erum ekki að tala líkamann, við erum miklu frekar að fókusa á anda okkar og sál, á veru okkar allra. Og það er svo mikilvægt þegar við tölum lækningu Guðs, sérstaklega tölum lækningu Guðs á anda okkar og sál, að við lítum ekki alltaf á Guð eins og bráðamóttöku. Það er rosalega gott að fara til Guðs þegar maður þarf á bráðamóttökunni að halda. En ég veit ekki um ykkur, en er ekki bara miklu betra að huga að heilsunni áður en ég þarf að fara þangað? Ég hef sagt ekki taka D-vitamin, fyrir mér vantar það svo mikið, ég veit ekki hvað maður fær ef maður skortir, að maður er hættulega lágur D-vitamin og þarf bara að fara á bráðamóttökuna og fá það í æð, bara 3 lítra D-vitamin, gjör það svo vel. Er ekki betra bara að borða það hægt og rólega, taka lýsi á mótana, gera eitthvað sem er hollt og gott fyrir mann. Eins og maður sem sagði mér eitthvað frá því, að ég ætla svolítið að tala hugarfar í dag, tala svolítið hugsun okkar, og það var maður sem hefði mikið pælt í heilsu og gerði oft svona mikil átök. Hann var að segja mér að hann var úti að keyra og hann fór svolítið að hugsa eiginlega svona sinn eigin þangagang. Hann sá mann úti að skokka og hann horfði á hann mann, svona rosalega fitt, hefði getað verið einmitt í D-vitamins auglýsingu eða eitthvað, og hann horfði á hann mann og hugsaði með sér, sko, hann er svo grannur, hann þarf ekkert að vera þessu. Akkur hann er út að skokka. Hann þarf ekki að létta sig. Allt í einu, kannski á maður bara að hreyfa sig að það er hollt. Ekki bara til að létta sig og hætta því svo. Ég þýtti þetta hans út að skokka. Er ekki maraþon það framöndan? Nei, allir í Reykjavík maraþonið. Stundum erum við þannig með trúna. Já, þú þarft ekkert að biðja. Það er allt í góðu hjá þér. Þú þarft ekkert að fá fyrirbæn. Það er ekkert drama í gangi. Já, þú þarft ekkert að mæta Guð eitthvað sérstaklega. Fatið hvað ég er að fara? Það er oft sem við bíðum þangað til okkur skortir svo mikið D-vitamin að bara lifrin er bara farin í frí einhvert. Við bíðum þangað til allt er orðið hræðilegt og þá förum við til Guðs. En málið er það að Guð er ekki bara einhver sem plástrar okkur, Guð er ekki einhver sem bara bregst við fyrir alveg að deyja. Guð vil gefa okkur líf í fullri gnægð. Að við lifum bara í andlegu heilbrigði, göngu okkar með Guði alla daga og helst að við þurfum ekki að bráðamóttökuna. Og það er svo sem slysing geta gerst, maður getur orðið fyrir ýmsu, en þið fattið hvað ég er að fara. Og ástæðan fyrir ég nefni þetta er svo að alltaf þegar maður fer að tala eitthvað sem snýra innri lækningu eða Guð svona mæti mann eða græði mann, þá eru 99% þeirra sem heyra það sem hugsa já, predikun fyrir eitthvað annan en mig. Það er ekki, það er fleiri en ég sem hafa lent í því. Ég fatta, já, er þetta þeim sem líður rosalega illa. Best að tjekka hvað gerist á MBL hérna. Vitið, þykjast eru með biblíuna í símanum. Það er mjög margir sem, já, ég er sko með biblíuna í símanum. Og ýmislegt fleira. Og hérna, Candy Crush. Er einhver sem spila það en þá? Málið er það að við öll búum í syndugum heimi. Við erum alin upp í syndugum heimi og það er misjafnt og mismikið og breytilegt og allt það, en við höfum öll á einhvern hátt mótast af syndugu umhverfi og syndugum hugsunarhætti. Syndin er sjúkt ástand og þegar fólk heyrir synd, þannig að maður þarf vel að taka eitthvað klukkutíma að útskýra hvað synd er. Fólk heldur alltaf eða svona almenna viðhorfið menningun okkar er að synd, það sé eitthvað svona listi og allt sem er á listanum er synd. Að synd snúist einhvern veginn reglur eða synd snúist bara ákveðna hegðun, en synd er svo miklu stærra hugtak en það. Syndin er eiginlega meira bara ástand sem að endurspegla svo í alls konar við þið. Verknaðurinn er einkenni á sjúkdómsástandinu. Það er, já, ef það meikar sens. Og að lifa í þessum heimi, eitt og sér, gerir það verkum að við þörfnumst lækningar. Af því við höfum öll orðið fyrir áhrifum. Gerum okkur mismikið grein fyrir því og áhrifin eru misaugljós. En það er áhugavert vers í Jesaja, 1. kafla, það eru 2 vers, Jesaja 1. kafli, vers 5 og 6. Það sem að Guð, hann er að tala við þjóð sína og þetta er mjög dramatískt ástand, þetta er það er mikið fráhvarf í gangi, fólki er svona, eins og svo oft í biblíunni, það er kannski ekki beint hafna Guði, en það bara veit ekki hafna neinu öðru heldur. Og það er búið að blanda alls konar dóti inn í trú sína og það bara að samþykja alls konar og Guð er að tala til þeirra og Guð spyr þau, hvar má enn ljósta yður sem sífellt eruð fráhverfir? Höfuðið er allt í sárum, hjartað allt sjúkt, frá hvirfli til ilja er ekkert heilt, hvarvetna mar, undir
og opin sár sem hvorki eru hreinsuð, né bundið né mýkt með olíu. Og þetta er svolítið sláandi lýsing, mjög myndræn lýsing. Ég sé bara fyrir mig mannin sem var skilinn eftir veginn og miskunnsami samverinn kom að bjargaði. Þetta er einhver sem er algjörlega krambúleraður og eins og hann segir bara, það er hvar er hægt að lemja það sem er ekki sár. Og lýsingin, hverju er verið að lýsa þetta? Það er ekki það að Guð sé alltaf að lemja fólkið eða einhver annar, hann er að lýsa áhrifum syndarinnar. Syndin er eins og barefli sem að lemur okkur aftur og aftur. Og því meira sem við leiðumst af syndinni, því meira sem syndin hefur áhrif á okkur, því meira skemmir hún, því meira særir hún, því meira brýtur hún. Og það skiptir ekki máli hvort að sárin eru stór eða smá. Þegar það búið að, þetta er eins og maður sker sig á pappír, það deyr, ég veit ekki sem er dáið að því, en þegar búið að skera 1.000.000 sinnum með pappír, það var ástand orðið svolítið slæmt, eða ekki? Uppsöfnuðu áhrifin verða rosalega mikil. Uppsöfnuðu áhrifin fyrir utan, sýkingarhættuna og allt þetta. Og svo segir hann, og hann tekur það fram að sárin eru ekki hreinsuð, þau eru ekki mýkt, það er ekki bundið þau, þetta eru bara flakandi, opin sár út allt. Syndin fær að valda skaða og það er ekkert sem er gert til að vinna gegn skaðanum eða vinna að græðslu. Og það er það sem Guð vil gera. Og málið með þetta, syndin er skaðleg. Mín synd getur skaðað mig, syndir annara geta skaðað mig. Að búa í samfélagi þar sem syndin er bara mótandi, við erum maðurinn án Guðs, við erum bara ekki sterkari en syndin. Syndin hefur alls þar áhrif, það mun skaða mig. Menningin er mótuð af synd og það skaða mig. Og það má kannski deiluða hversu opin sárin okkar eru, hversu auðsjáanlegu eru, öll okkar höfum orðið fyrir skaða af völdum syndarinnar. Öll okkar. Og eins og segir í Rómarbréfinu, allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og þessi langi inngangur var bara til að segja, þetta er ekki fyrir alla hina, þetta er fyrir mig og þetta er fyrir þig. Og ég átti eiginlega svolítið erfitt með undirbúið þessa predikun, því þegar ég fór að hugsa þetta, þá bara fór þetta að eiga svo mikið við sjálfan mig að ég vona að þetta sé ekki algjörlega stefnulaust. Það fór svo margt í gang innra með mér og svo margt í gang sem ég sá bara, ok, vá Guð, þetta er svo lúmst og þetta er svo víða og þetta er svo yfirgripsmikið. Hvað áhrif syndarinnar eru víða. Og það sem ég ætla að tala fyrst og fremst, það er hvernig syndin kannski mótar líf okkar án þess að við sjáum það. Og ég er svolítið þannig að ég er alltaf að hugsa þetta er eins og munurinn á þeim sem að mótar viðmótið í tölvunni, það er einhver sem hefur svona grafíska þekkingu, en svo er einhver sem að kannski vinnur forritunarvinnur á bakvið. Ég hef svolítið áhugaðan þar með líf okkar. Hvaða hugmyndir er að stjórna lífi mínu? Hvaða forsendur er að stjórna viðbröðum mínum? Hvaða grunngildi eru að knýja mig áfram? Og það er svolítið það sem þessi predikun fjallar Málið með syndina, eins og ég talaði áðan, hún er ekki listi við því sem er bannað. Það er svolítið erfitt að skilgreina einhvern einfaldan hátt, en ég myndi segja, til þess að skilja hvað ég er að tala þegar ég tala synd. Guð skapaði þennan heim með ákveðnum tilgangi. Það er góður Guð á bak við heiminn og hann skapaði heiminn til að vera þannig að allt í honum sé gott, allt í honum sé uppbyggilegt, allt í honum miði að því sem er fallegt og allt í honum miði að því að gera ástandi betra. Allt í heiminum, þetta er skapað til að vera paradís og að sjálfsögður heimurinn allur skapaður til að vera í nánu samfélagi við Guð. Allt sem vinnur gegn þeim tilgangi, allt sem er þar fyrir utan, allt sem er ekki þetta, það er synd. Og það er býsna margt, eða ekki, sem fellur þar undir. Diet Coke, nei, bara svona. Þetta var svo að ekki upplifa fordæmingu út heima að drekka Diet Coke og bara hella í niður. En þetta er samt svona grunnhugmyndin. Syndin er alltaf á einhvern hátt ósannindi. Og ósannindi er ekki bara hugmyndir, það er líka verknaður. Þegar ég lifi langt frá því sem ég er skapaður til að vera. Þegar ég lifi langt undir getu minni. Þegar ég lifi langt undir því markmiði sem Guð hefur fært mér. Þegar ég lifi í rauninni í ósannindum miðað við hvernig mér er ætlað að vera. Það er líka syndin. Það er synd í sjálfur sér af því að það er ósatt. Þegar við lifum í rauninni
já, ég veit ekki hvað orðið að nota, ég segja lægri standard, það getur hljómað svo fordæmandi, sko, en bara þegar ég bara ekki að lifa í fullri gnægð, þegar ég ekki maðurinn í Guðs mynd og ég ekki að endurspegla Guð með lífi mínu og ég ekki að blómstra eins og Guð hefur skapað mig til að blómstra. Og svo þetta að tala þetta, það að nefna lygar, þetta að nefna græðgi, allt þetta, öll þessi illu öfl sem geta stjórnað líf okkar og eru synd og vinna gegn þessum markmiðum Guðs. Málið samt þetta, þegar við tölum syndina, það svo lúmst. Langflestir fara að hugsa einhver verk, langflestir fara að hugsa einhvern svona lastalista og langflestir eru með eitthvað í huganum sem þeir vita eitthvað gert og þeir fá samviskubit strax. Ekki fleiri en ég sem að svona alveg, var hann að skoða Facebooku mitt og sá hans að mynda sem ég að taka þér og það ekki alveg nógu góðar kringumstæður þarna og ég aftakaði mig en kannski sá það einhver áður. Ég veit hvernig þið hugsið. Maður fer að hugsa eitthvað svoleiðis, það ekki það sem ég að tala um. Langflest okkar þurfum ekki að láta segja okkur hvað við höfum gert rangt. Langflest okkar þurfum ekki að segja okkur það að við gerum stundum eitthvað sem við eigum ekki að gera. Langflest okkar sennilega dæma okkur aðeins of hart og langflest okkar þyrftum kannski bara að fá smá uppörfun og fá trú á því að við getum gert betur. Og það eitt af því sem ég ætla að tala um hérna í dag. En eitt sem að mér finnst vera undirliggjandi og skiptir svo miklu máli, það þessi viðhorf, forsendur sem við höfum gefið okkur og eru kannski að valda okkur vandræðum. Til dæmis, við lifum í samfélagi sem ekki, ég persónulega ekki viss að sé til eitthvað sem heitir kristið þjóðfélag. Þetta þjóðfélag sem eru margir kristnir en ég get ekki að sé fyrir mér eitthvað, bara stjórnarskráin geti frelsast eða eitthvað. Við lifum bara í samfélagi þar sem fólk sem eru að glíma við synd og viðhorf og viðmót samfélagsins eru líka mótuð af synd. Og þegar við ölumst upp í þessu umhverfi, það rosalega erfitt fyrir okkur að verða ekki fyrir áhrifum. Eða ekki, það ekki nokkuð augljóst. Stundum að þá erum við kannski kristinn og við erum búin að, við segjum já við öllum þessum kristnu forsendum, en svo erum við kannski búin að meðtaka rosalega mikið af hugmyndum sem byggjast á forsendum sem eru alls ekki kristnar. Að við erum, og maður líka sem við tré og ávexti. Forsendurnar eru trén og svo eru hugmyndirnar ávextir. Þannig að ég ætla bara að taka dæmi um forsendur í þjóðfélaginu. Til dæmis, eitt sannleikurinn sem að þjóðfélagið stendur á það að við séum bara, þegar allt kemur til alls, þá erum við bara dýr. Og ég ekki að fara að tala um trú og vísindi, það var í kvotinu, eða mistu því, sorry, komum við næsta ári. Nei. Ég ekki að fara að tala um það er bara, við erum dýr og svo útskýr það einhvern veginn mannlegt eðli. Hvaða afleiður hefur það í för með sér að við séum bara dýr? Fyrir utan það að það lokar á að sé Guð og það ekkert líf eftir dauðan og allt það. En hvernig eru dýr? Jú, dýr þau hafa þróast í gegnum tíman og gegnum þróunina hafa fengið alls konar hvatir og eðlisávísun og hegðun þeirra hefur mótast. Þannig að dýr stjórnast af eðlisávísun og hvötum sem stuðla því að tryggja afkomu þeirra og afkomu afkvæma þeirra, ekki satt. Ef við erum bara dýr, þá segir það mér að hvatir mínar, að langanir mínar, að gyndir mínar eru bara eðlilegasti hlutir í heimi. Og bara þú myndir aldrei krefjast þess að Úlfaldi borðaði með hnífapörum. Hann bara Úlfaldi, skilur við. Hann vill bara drekka 3 vikna fresti og ég veit ekki hvað Úlfaldar borða, eitthvað sem vex í eyðimörkublóm. Þú fer ekki að gefa honum pasta en hann vill það ekki. Hann bara Úlfaldi. Hann bara lifir svona. Ég meina, það bara eðlilegt í hreindýrahjörð að þessi 1 harfur og 14 beljur. Ég meina, hvað ætlar að gera? Kenna þeim einhverni? Þetta bara dýr. Ég bara maður og það bara í eðli mínu að ég vil bara eignast mörg afkvæmi og það bara ein kona bara ólítið í 9 mánuði og tekur bara að gera það tíma og það bara miklu afkasta meira að vera bara með mörgum konum, skilur við. Af hverju? Þetta bara eðli mitt. Það bara, þið hlægið í dag, en bara ég hef heyrt fólk segja þetta. Að bara hjónaband bara úrelt hugmynd, skilur við. Bara vera með einhverjum einum einstakling, þetta bara gegn eðlu okkar. Þetta bara óeðlilegt. Ástæðan fyrir öllum skilnum að bara það virkar ekki. Það bara gegn eðlu okkar. Afleiða að þessari einföldu hugmynd sem við lærum í skólanum alltaf, að við séum bara dýr.
Og við erum mörg hérna inni sem kannski myndum ekki tikka í boxið við þá hugmynd. Biblía segir okkur að við erum einstök sköpun, sköpuð í Guðs mynd. Það grundvallar munur á okkur og dýrunum. Það sami höfundur, það sama vistkerfi og við erum hluti af því. Það sami heimurinn og það sama fyrsta Mósebók og allt það. En við erum sköpuð í Guðs mynd. Það grundvallar munur á okkur og dýrunum. Og hvað segir það okkur? Við erum ekki þrælar hvata okkar. Við erum ekki þrælar langana okkar. Ég maður í Guðs mynd. Ég get á vissan hátt flogið hærra en fuglarnir. Ég ekki bundinn af einhverju eðliskvöld. Ég skapaður í Guðs mynd. Ég get gert betur. Og Guð hefur sagt mér að hann hefur skapað mig til að lifa lífinu í fullri gnægð. Hann hefur skapað mig til þess að lifa þannig að ég endurspegli hann. Ég ekki einn af dýrunum. En stundum að þá höfum við sagt, já, Guð skapaði okkur í sinni mynd, og svo eitthvað, böglast með okkur og það kemur ykkur upp, ykkur löngun eða það ykkur gindi eitthvað og svo fer maður að spá í, þetta ekki bara eðlilegt? Ekki bara, í dag, einn stærsta syndin í dag, það að bæla hvatir sínar. Þetta ekki því, einn stærsta syndin í þjóðfélaginu í dag, það að bæla sig. Og ég ekki að tala um einhverja bælingu, en það bara, ef þú setur mörk, ef þú setur ramma, ef þú segir, nei, þetta slæm hugsun, ég ætla ekki að gæla við hana, þá þú bara, komin á miðaldir. Þá þú bara komin undir einhverja kúun. Þá þú komin í einhverja bælingu. Kristið fólk, stundum búið að samþykja tréð, ég skapar í Guðs mynd, en það að borða ávöxtinn, ég bara dýr. Og þetta sem Biblían, það sem ég að tala um í dag, og það sem Biblían talar um, það endurnýjun hugarfarsins. Það rosalega oft sem að við, sem erum kristin, við lendum í því að við lendum í einhverju hólu á göngunni. Við förum að hjakka í einhverju fari. Við komumst ekki út úr einhverju. Við lendum á einhverju vegg, okkur líður illa yfir þessu og við sigrumst ekki á því og við skiljum ekki af hverju. Mjög oft það vegna þess að við erum að borða ávöxt af röngu tré. Það einhver forsenda, einhver staðar á leiðinni, skiljiði. Við erum kannski búin að hafna forsendunni en við erum ennþá að borða ávöxtinn. Þetta bara í lagi. Það gerir þetta allir. Svona gerist bara. Allt þetta vitið. Og eins og við bara áttum okkur ekki á því að við þurfum kannski bara að skipta mataræði þegar kemur að hugmyndum sem eru epli, eða ég fatti hvað við. Það ekki svona biblíulegt dæmi að borða einhver epli á tré. Og það var rosalega merkilegt að sjá í Galatíabréfinu 5. kafla sem talaði andan og holdið að það sem andinn, það andi Guðs sem starfar í mannunum þegar við erum að endurspegla Guð og lifa eins og Guð skapa okkur til að vera og svo holdið, það maðurinn án Guðs, maðurinn bundinn af syndinni. Ef þú lest þennan lista og þú sérð í rauninni munin, þá má segja að það sem að syndin reynir að gera, markmið syndarinnar, þessi engin munur á okkur og dýrunum. Að við lifum eins og skynlausar skepnur sem erum þrælar hvata okkar. Það bara, og svo merkilegt, núna þetta bara viðtekin hugmynd, við erum bara dýr. Við höfum bara hvatir. Við ráðum ekkert við þetta. Svona erum við bara, svona þetta bara. Þetta stimplað í okkur, þetta prentað í okkur, þetta forritið. En veistu það, ég og þú, við erum sköpuð í Guðs mynd. Við erum sköpuð til þess að endurspegla Guð. Og stundum það þannig að við leyfum okkur svona ósamræmi í hugmyndum okkar. Og ég hef oft lent í því, ég talaði fólk á öllum, allir göngunni, alls staðar á göngunni með Guði, sem búin að vera lengi, sem búin að vera stutt. Og svo kemur það upp að í dag, það allir ein hugmynd, við erum allir svo miklu einstaklingar. Ég bara, mín hamingja aðalmarkmið mínu lífi og hún skorðast bara við þína hamingju og eitthvað svona. Þetta bara snýst alltaf mig og þitt líf bara þína ábyrgð og það snýst bara þig. Ekki kristileg hugmynd. Og það ávöxtur af röngu tré. Og svo fer maður að tala í fólk já, veistu, þetta sem þú ert að gera hér, þetta ekki alveg í samræmi við Biblíuna. Og þetta algjörlega samþykkt í samfélaginu. Þetta ósað skrítið að gera þetta einhvern veginn öðruvísi og mig eiginlega bara langar til að gera þetta svona og þessi vers sem þetta bendir maður á Biblíunni, ég bara ekkert viss að þetta sé það sem þau þýða.
Ég bara, já, þetta stendur alveg, sko, en ég held að þetta eigi bara ekki við í dag. Ég lendi mjög oft í þessu. Og til dæmis bara þegar kemur að því, mjög skemmtilegt topic, kynlíf fyrir hjónaband. Það næsta predikun, nei. Það til dæmis, það topic, það alltaf, já, veistu það, á þessum tíma. Þetta átti bara við á þessum tíma. Sem reyndar maður skoðar samtíman, þá var þetta eiginlega meira, sko, gegn þeirra tíma en okkar tímum, þegar það var bara að þú fórst ekki til vændiskvenna, þá bara gastu mist vinnuna. Bara ertu ekki að gleðja Guðina með því að sofa hjá gyðjunum í musturinu, bara, ég ætla ekki að vera hér þegar eldingin hitti þig, sko. Farð þú bara heim til þín, vinur. Veist. Ég hef ekki lent í því ennþá að koma ykkur grátandi, bara ég misti vinnuna því ég neitaði að sofa hjá vændiskonu. Ég hef ekki lent í því ennþá. Veitið, á dögum Nýja testamentisins, þá var bara missiði vinnuna, frekar heldur að sofa hjá vændiskonu. Veitið, róttækur boðskapur þá, ekki náð því að róttækur í dag, en samt fyrst fólk rosalega þreytandi. Þessi hugmynd, hún í Biblíunni, veist, mjög víða. Og það hægt að lesa Biblíuna þannig að þetta eigi ekki við. Það algjörlega hægt. Og það margir sem gera það. Og ef við gerum það, þá verðum við að vera samkvæm sjálfum okkur. Ef við ætlum að lesa Biblíuna þannig að ég megi bara sofa hjá einhverjum að því ég elska hann og við séum gift í augum Guðs og lalala, þetta ekki punktunum mínum, ég er komin svona þunnan ís, að þá verði ég að muna það að Jesús heldur ekki Guð. Og Jesús gerði engin kraftaverk. Og Jesús ekki frelsað mig að því að þarf ekki að frelsara að halda. Og það engin úttelling heilags anda. Og það engan náðagjafir heldur. Og Biblían ekki Guðs orð. Amen. Það verður að vera samræmi. Ef að sumt bara, það á ekki við, þetta bara eitthvað menningarlega afstætt, þá verður allt að vera menningarlega afstætt. Það ekki? Og þetta rosalega kannski óþægilegt, og mér finnst mjög óþægilegt að standa hérna og segja það, en veitir það, við verðum bara að vera samkvæm sjálfum okkur. Ef ég ætla að segja, Guð kærleikur, þá verð ég líka að segja, haldi líkam ykkar í helgun og hreinleika, en ekki losta eins og heiðingjarnir. Þá verð ég líka að segja, óvinnurinn reynir að freista okkar, þess vegna hafi hver maður sína eiginkonu og hver kona sinn eiginmann. Af hverju segja hann það? Að því kynlífið á bara heima þar. Ég verð að taka þau vers, ef ég ætla að segja heilugum anda úttelt yfir allt hold, þá verð ég líka að segja að ég verði að gera iðrun ef ég ætla að njóta náðarinnar. Stundum að þá tökum við trén sem okkur líkar og við stöndum við þau og við klöppum þeim, en svo sækjum við ávöxtuna einhvers staðar annars staðar þegar það hentar okkur. Og það alveg spurning hvað orsökin og hvað afleiðingin, en þetta að valda okkur sárum. Þetta að skaða okkur. Og þegar við sækjum okkur ávexti annar staðar og þegar við fyrir að kannski réttlæta synd okkar, við fyrir bara, Biblían á ekki við mig á þessu sviði, að mér finnst það óþægilegt eða það er ópraktískt og ég hef fulla saman með því að kringumstæðar okkur eru ólíkar og stundum bara virðast hlutinni gerast og við erum komin einhvern óþægilegan stað, bara allt í góðu. En við verðum samt að vera samkvæm sjálfum okkur. Og syndin, hún skaðar. Og syndin, hún skaðar ekki bara mig, hún skaðar fólkið í kringum mig. Og ef að ég skil ekki af hverju ég lár í járni, þá hjálpar það mér rosalega að vita að ég er með blæðandi sár hérna á fætinum. Ég lár í járni að ég leg blóði. Ef ég skil ekki af hverju mér gengur svona illa að biðja, og ég skil ekki af hverju gleði mín er farin, og ég skil ekki af hverju mér finnst erfitt að lesa Biblíuna, og ég skil ekki af hverju mér líður bara óþægilega stundum á samkomum, og ég skil ekki af hverju bara, þetta er allt svo erfitt. Mér líður þess að ég í blautum fötum að vaða gegnum hátt gras í andlegu göngum minni. Stundum það vegna þess, þá vandinn ekki grasið, vandinn ekki fötin, vandinn ekki leiðin sem ég er að fara, vandinn ávöxturinn sem ég er að borða. Og hvatning mín í dag til okkar er þessi. Látum ekki selja okkur ranga ávexti. Skoðum hvaðan við erum að sækja okkur næringu og skoðum, leifum Guði að flokka hvað er í ísskápnum hjá okkur. Leifum Guði að eiga við hjörtu okkar. Leifum Guði að eiga við viðhorf okkar. Öll við sem erum í dag erum að glíma við eitthvað. Allir hérna inni eiga við eitthvað. Af hverju? Af því við erum menn og við búum í syndugum heimi. Við erum öll að glíma við eitthvað. Öll hérna inni höfum orðið fyrir skaða af völdum syndarinnar, annarkvort okkar synda annara
eða syndarinnar sem í samfélaginu, syndarinnar sem í umhverfinu. En boðskapurinn í dag, það sem okkur langar að koma framfæri í þessari seríu það að Guð vill ekki skilja okkur eftir þar. Guð ekki þannig að hann komið til okkar dæmandi, hérna, þetta var bara vitlaust tré, ég vona að það hafi verið eitrað. Guð ekki þannig. Guð vill fá að græða okkur. Guð vill fá að byggja okkur upp. Guð, hann segir í versinu Jesea, þið eru með öll þessi sár og það enginn sem bindur þau. Það enginn sem hreinsar þau, það enginn sem mýkir þau. Af hverju ætli Guð segir það? Af því hann þráir að vera sár sem fær að þrífa sárun okkar. Hann þráir að fá að mýkja þau með olíu síns heilaga anda til að það sé ekki jafnt viðkomu. Hann þráir að fá að binda þau svo við fáum að gróa og við fáum að vera heilbrigð og við fáum að verða mannfólki sem Guð skapaði til að endurspegla dýrð hans. Guð þráir að við lifum lífi í fullri gnægð. Guð þráir að hamingju okkar sé ekki bundið við kringumstæður, við eigum bara hamingju lind innra með okkur, sem nærvera hans, sem gleði hans, sem friður hans. Jesús segir, hann segir, andi drottins yfir mig því hann hefur smurt mig til að leysa fjötra þeirra sem fjötraðir, til að gefa sýn þeim sem bindir, til að boða náðar ár drottins. Þegar við tölum synd, þá ekki til að fólki líði illa. Það til að við áttum okkur á því við eigum frelsi. Það til að við sjáum að við eigum leið út. Að Jesús vill frelsa okkur, Jesús vill leysa okkur, Jesús vill græða okkur. Og stundum þá það þannig, og ég hef öll verið á þeim stað, að það eitthvað sem hefur verið að plaga okkur og við bara gefumst upp fyrir því. Við missum trúna á því að þetta breytist nokkuð tíman. Við missum trúna á því að lífi geti nokkuð tíma verið betra. Ég trúi að Guð vilji gefa þér trú í dag fyrir því að þú getur sigrast á því sem þú ert að glíma við. Ég trúi því að Guð vilji gefa þér trú fyrir því að lífið þitt getur orðið betra en væntingar þínar standa til. Og ég trúi því að áætlun Guðs fyrir líf okkar allra sé eiginlega miklu meiri og betri en við getum skilið. Guð skapaði okkur til þess að við myndum lifa með reisn. Og ég trúi því líka einlæglega fyrir okkur öll, ástæðan fyrir við erum að tala þetta einfaldlega svo, ég held að við bara eigum svo mikið inni. Ég held að það sé svo miklu möguleika með Guði fyrir það sem hann getur gert við líf okkar, sem einstaklingar, sem kirkja og bara sem kristi fólk á Íslandi. En stundum að þá erum við föst og stundum þá erum við bundin, af því við kannski vitum ekki alveg hvar orsakirnar liggja. Af því við erum að glíma við eitthvað, við erum að basla með eitthvað. Og þessi kraftur Guðs, hann kemur fram þegar Guð fara að leiða okkur, þegar Guð fara að leysa okkur og þegar Guð fara að mæta okkur. Og eins og ég sagði áðan, þá það eins og markmið syndarinnar, markmið holdsins, markmið hins illa. Það að keyra okkur niður á hnén í auðmýkingu, að við séum bara lifum eins og skynlaus skepna. En það líka hægt að lifa á hnjánum á jákvæðan hátt. Það þegar við lifum leyst og við erum svo frjáls og við erum svo þakklátt að við föllum á hné í þakklæti og tilbeiðslu til Guðs. Og það miklu betri leið. Og það leiðin sem Guð vill, að lifa frjáls, að lifa leyst, að lifa heil. Og við verðum ekki heil fyrir það samræmi í líf okkar. Fyrir að Guð hefur fengið að eiga við forsendurnar sem ég lifi á. Og fyrir að Guð hefur fengið að slétta út trén sem ég klappa og trén sem ég borða af. Að það sé sama rót, sama uppspretta. Að ég sé ekki að lifa á fölskum forsendum eða lifa í ósamræmi. Að drekka sætt og salt vatn á sama tíma. Að sé þessi bara heilindi í lífi mínu. Og það sem að mér finnst Guð hafa lagt mér á hjarta í dag, það var bara þetta, að við skoðum hjarta okkar, opnum okkur sem Guð, ég að blanda saman því sem gott og því sem slæmt? Ég að lifa á þessum blandaða grunni sem stenst ekki? Að við opnum hjarta okkar og við leifum Guði að eiga við okkur, og það gerist ekki bara í dag. Það svo oft bara nýlega, þá var Guð að sýna mér eitthvað sem ég hafði ekki hugmyndum að væri bara svona issue í mínu lífi. Bara eitthvað sem var í gott í sjálfu sér, en það var komið eitthvað ofur
áherslu í mínu lífi og það var orðið bara svona eiginlega fara að stjórna mig svolítið. Bara eitthvað sem var orðið allt of mikilvægt. Og það tók bara langan tíma fyrir mig að sjá það. Í Jakobsbréfinu þá talar hann að þegar við lesum Biblíuna, þá er það eins og að spegla okkur. Það sem að les orð og breytir ekki eftir, hann er eitthvað sem kíkir á sig í spegli og gleymir hvernig hann lítur út. Þetta er verkefni sem við höfum þegar við lesum Biblíuna að biðja. Guð, viltu sýna mér sjálfa mig? Guð, viltu spegla mig í orðinu? Viltu sýna mér ef það er eitthvað í lífi mínu sem stenst ekki það sem ég er að lesa hérna í dag? Þannig ég hvet ykkur til þess á hverju morgni eða hverju kvöldi þegar ég lesi Biblíuna, speglið ykkur í orði Guðs. Leifum Guði að eiga við hjörtu okkar. Leitum Guðs og biðjum Guð, Guð, viltu sýna mér það? Viltu sýna mér Guð ef það er einhver óheilbrigð uppspretta í lífi mínu? Viltu sýna mér að Guð ef það er eitthvað sem ég er að leyfa að grassara sem er ekki gott? Og ef það er eitthvað, og stundum er þannig maður erfitt með svona, maður veit að er eitthvað, maður getur ekki alveg bent á það, komdu þá og bara fá okkur til að biðja með þér. Það er oft rosalega gott. Það fær fólk orð til sín, eða fólk fær einhverja hvatningu eða það kemur eitthvað í ljós. Og ég get alveg garantera eitthvað að þessi bæn, það er bæn sem Guð mun svara. Að þegar Biblían segir, þegar við biðjum samkvæmt viljans, þá veitur hann hvað sem við biðjum. Guð sýndi mér synd í lífi mínu, ég held að það sé algjörlega samkvæmt viljans, svo þú geti grætt mig, svo þú geti læknað mig, svo geti lifað heilbrigður og frjáls frá skemmandi áhrifum syndarinnar. Endum á því að biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir bara hvað hefur verið yndislegt að dvelja í nærveru þinni hér í dag. Og ég þakka þér fyrir það að þú ert ekki Guð sem kemur, fordæmir okkur og lætur okkur líða illa. Þú kemur til að græða, þú kemur til að lækna, þú kemur til að byggja upp og þú gefur okkur raunverulegt frelsi. Og ég biði það himneski Faðir að ég og allir áheyrendur mínir hér í dag mættum fá að ganga í lífi í fullri gnægð. Drottinn minn, viltu koma með þinn heilaga anda, anda sannleikans, anda þinn sem er kennari okkar, sem er huggari okkar, sem byggir okkur upp. Og viltu sýna okkur það, Drottinn, ef það er ósamræmi í líf okkar. Ef við erum að leggja áherslu á eitt í orðum okkar en gerum eitthvað allt annað í verkum okkar. Og Drottinn, ef að einhverja rangar, falskar forsendur úr umhverfu okkar hafa ekki að læða sér inn í hjart okkar, Drottinn, þá biði himneski Faðir, viltu opinbera okkur það og viltu svo koma við þína græðandi nærveru, við þína hreinsandi nærveru, Drottinn minn. Þakka fyrir að þú kemur ekki og þú kreistir sárin eða þú ýtir á sárin, þú kemur og hreinsar þau og þú mýkir þau og þú bindur þau. Þakka fyrir hvað þú mildur og blíður Guð. Þakka fyrir þú Guð sem kemur með frið þinn. Þú ert Guð sem kemur með líf þitt og nú bara biðja þig heilagur andi, viltu bara fara þennan sal. Drottinn minn, viltu úthella anda þínum yfir þennan stað og viltu græða hjört okkar, viltu græða hugsanir okkar og viltu gefa okkur aftur það að geta lifað bara með reisn, lifað sem mannfólk skapað í Guðs mynd, fólk sem ber mynd þína á jörðinni, fólk sem endurspeglar dýrð þína í hreinleika, í heilaleika, í gleði, í friði og bara í þessum heilindum sem þú vilt gefa okkur og þessu heilbrigði sem fylgir nærveru þinni. Komdu græðari, kom heilagur andi, kom Jesús með nærveru þína. Og þannig bið ég Faðir yfir mitt líf, yfir alla þá sem eru hér í dag og alla sem heyra mál mitt, Drottinn minn. Viltu mæta okkur, viltu byggja okkur upp og viltu gera okkur líkari þér í Jesú nafni. Amen. Amen. Og ef þú ert hérna í dag og þú vilt þiggja fyrirbæn, þá koma fyrirbyrjendur hérna inn í hliðarsalinn og munu biðja fyrir þér. Og við gerum það alltaf hérna í Fíladelfíu. Ef þú ert hér í dag og þú har aldrei gert Jesú að leiðtoga lífsþíns, þá hvet ég þig til þess að fara ekki út fyrir hússins dyr fyrir þú komið og gert Jesú að leiðtoga lífsþíns. Það er besta ákvörðun og mikilvægasta ákvörðun sem getur nokkuð tímann tekið. Guð mun ekki dæma okkur eftir hvort við erum góð eða vond eða verðug eða ekki verðug. Við erum öll óverðug, við erum öll syndarar, en við verum hólpin af náð. Það sem skiptir mestu máli, það er að eiga Jesú að. Þannig að þú ert hérna í dag, sama hvar þú ert staddur eða stödd og sama hvernig þið finnst þú vera á göngunni, ef að Jesús er ekki frelsarinn, ef Jesús er ekki leiðtoginn, þá hvet ég til að koma hérna fram og leyfa okkur að biðja með þér og þú byrjir þetta nýja líf í dag, þessa nýju göngu. Amen. Það er samfélagið eftir samkomuna, við ætlum að taka smá stund, bara að vera í nærveru Guðs og því sem vilja fyrirbæn endilega komið hérna inn í hliðarsalinn og fyrirbyrnum komið sér fyrir. Annars þakka ykkur fyrir samveruna og Guð að blessa okkur.
sem ert þyrstur og þarft nýjan kraft, leitað í lækinn, legðu hjartað í lífsins lind, svo að særind og sorgir skolist í burt í hans miskunn og mildi. Þú mætir kærleik hans, syngjum kom og Jesús kom. Kom og Jesús kom. Þú sem ert þyrstur og þarft nýjan kraft,
Þá samkomið hérna úr Fíladelfíu að ljúka og við tökum áskorun Helga að láta ekki sannlíka okkur vitlausa ávexti og leyfa Guði að taka til í ískapnum hjá okkur. Í 5. kafla Jónasar guðspjall sagði Jesú við einhvern gaur að nú ertu orðinn heill, þannig að ekki syndga framar til að ekkert verra hendi þig. Og ég held að þetta vera áskorun til okkar allra að passa hvað við gerum, passa hvað við segjum og reyna eins og við getum að syndga ekki. En við skulum biðja saman. Góðu Guði, biðjum að vera með okkur þegar við förum inn í þessa vinnuviku, biðjum að vera með okkur, hjálpa okkur að vera góð við náungan og gefa fólk með sjá utan okkur að við höfum eitthvað sem aðrir hafa ekki. Fólk með geta komið til okkar og sé að við séum lifandi vitnisburður fyrir þig. Og ef þú ert að horfa að hlusta og hefur ekki tekið á móti Guði, þá hvet ég til að fara með þessa bæn með mér. Góði Guð, ég bið velkomin inn í hjarta mitt og líf. Ég bið að sýna mér hver þú ert og bið að tala til mín í gegnum orðið. Bið að vera með mér núna og alltaf. Í Jesú nafni, amen. Og ef þú verður einhver tök á því að koma til okkar hingað í Fíladelfíu, Hátún 2, eftir viku, næsta sunnudag klukkan 11, þá hvet ég eindregið til þess. En þangað til næst, gangið á Guðs vegi.